Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er fimmtudagurinn 16. maí. Ég vona að þú, kæra hlustandi, hafir það stórkostlega gott og líka þú ert að horfa á þetta. Og ef þú ert að horfa á þetta og sérstaklega á YouTube, þá langar mig að biðja um að gera subscribe á þessa rás, en það hjálpar mér að dreifa þessu efni, og ef að þér líkar þetta efni gríðarlega, þá langar mig líka að biðja um að dreifa þessu með vinum þínum á þeim samfélagsmiðlum sem þú ert á. Og ef að þið langar að styrkja þetta framlag, þá biðla ég til þeirra sem að vilja það gera að fara hann á partus.is/einpæling og gerast þar áskrifandi, þar sem að þú færð bæði aðganga öllu efni hlaðvarpsins Ein Pæling, samlega því að gera mér kleift að skapa efni hér á þessum vettvangi. Nú, í dag langar mig að ræða hugmyndir og umræðu hefð og áhrif þess á samfélagslega útkomu. Nú, eins og gluggir hlustendur mínir vita, þá hefur þetta verið mér ofarlega í huga nokkurt skeið, en ég tel að miðað við þá þróun sem við erum að sjá erlendis, að þá sé mikilvægt að við tökum því sem ég er að fara að ræða hér alvarlega. Nú, vondar hugmyndir að mínum mati þurfa að verða undir og góðar hugmyndir þurfa að vera ofan á. Það er ekki bara mín hugmynd, eða það er ekki bara mín skoðun, ég held að það sé skoðun flestra, en ég held aftur á móti að við séum að skapa þær aðstæður þar sem að þau prinsip séu svolítið virt að vettugi. Og ástæðan fyrir því að ég segi það er að hugmyndir í dag eru oft metnar undir þeim formerkjum að sá sem að hefur mestar áhyggjur af hlutunum sé líklegastu til þess að hafa bestu lausnirnar til þess að bæta úr þeim vanda. Réttindabaráttur, þrátt fyrir að hafa oft á tíðum haft góða hugsjón á bakvið sig til að byrja með, hafa í dag verið svona einkaleyfisvættar af þeim sem að hafa ekki hundsvit á því hvernig best sé að leysa vandan, en segist aftur á móti sleitulaust að það sé móðgaðast yfir vandanum og því séu þau best til þess að leysa þann vanda. Markmið og fyrirheitnaland baráttunnar er breytt eftir hentisemi, og allir sem að færa fram eðlilegar og álitlegar spurningar fornarkostnað hvers kyns lagalegra eða annars konar ákvarðana eru sagðir vera andstæðingar baráttunnar eða jafnvel ánægðir að hvers kyns samfélagsmegin sé til staðar. Og þetta hefur valdið því að réttindabaráttur ná ekki sínum markmiðum, heldur valda sjálfstittlaðir forsvarsmenn baráttunnar því að slagkrafturinn þverr og hugmyndir missa tiltrú meðal almennings. Ég lenti í einu nýlega sem að ég hef verið að reyna að bíta í tungun á mér yfir því að vera að tala um þetta, en mér fannst þetta vera eitthvað svo ótrúlegt að ég eiginlega get ekki hamið mig. En ég ætla að segja frá þessu án þess að gera þetta of umkunnavert eða petty. En ég sem sagt fór nýlega til Gunnarsmára á Samstöðuna í umræður sem að nefnist Vikuskammtur og er á föstudögum. Mjög áhugavert efni sem ég mæli með að fólk skoði, ekki bara sá þáttur, heldur bara almennt efni sem að Samstöðun gefur út. Ég sæki gríðarlega mikið af innlendum upplýsingum þangað og þykir mér mjög oft á tíðum, mér þykir þetta mjög gott, þrátt fyrir það að ég sé náttúrulega mjög oft ósammála því sem að fólk er að segja þarna. En í þessum þætti, þessum vikuskammti, var til umræðu forsetakosningar, íslensk tunga, kristin gildi og margt fleira. En stór hluti hlaðvarpsins fór í það að tala Eurovision og sniðgöngu í samhengi við útlendingamál bæði hér á landi og erlendis. Og ég held að það byrji á mínútu 39 fyrir áhugasama í þessum vikuskammti sem að koma á 10. júní. En allavega, þetta voru mjög líflegar umræður og að mínum mati skemmtilegar og áhugaverðar, þar sem að meðal annars var tekist á af hverju Evrópu hafi tekið svona illa að aðlaga fólk af erlendum uppruna með annan menningabakgrunn og aðlagaði að sínu samfélagi. Flestir við borðið voru ósammála mér, sem er allt í góðu, ég er vanur því að fólk sem er ósammála. Síðan var rætt stöðu RÚV í samhengi við það að breyta tungumálinu og útrýmingu orðsins maður til þess að þóknast einhverjum hugmyndafræðilegum þorsta þeirra sem að telja sig vera að koma öðrum til bjargar með því að tala fólk frekar en menn. En hvernig sem því liður, þá lauk þessum pallborðsumræðum bara á nokkuð jákvæðum nótum, og þetta var eins og ég segi, þetta var mjög skemmtilegt og þetta var skemmtileg upplifun og sérstaklega meðan á upptökunni stóð. Og ég vona þetta verði ekki þess valdandi að Gunnarsmári bjóði mér ekki aftur, þó svo ég sé að segja frá þessu. Við lifum er ekki sagt að við lifum á tímum þar sem við þurfum að virða upplifanir fólks.
En allavega, þegar við stóðum upp, þá sagði ég eitthvað í þá veru að þetta hafi verið hressandi, en þá voru sem sagt 3 aðrir, ég, Gunnar Smári og 3 konur, 2 ungar og 1 sem verkefnastýra sem var aðeins eldri. En hérna, ég satt sem sagt hliðin á stelpu sem að stendur upp sko, og hún pírir augun að mér og ég svona, svolítið skrítið, og hún segir við mig, útlendingar eru bara hættulegir, right? Og gaf í skyn að ég hafi verið að ala á andúð gagnvart útlendingum í þessu samtali. Og ég vissi nú eiginlega ekki hvað á mig stóð veðrið sko, og sagði að sjálfsögðu að því færi bara fjarri. En þetta kom mér svolítið á óvart, því að þetta var ekki svo upplifun sem ég fékk á meðan hlaðvörpurinn stóð, þó svo að hafi náttúrulega verið ágreiningur og tekist á. En svo bara strax og upptökuna kláruðust, þá fór hún að segja þetta við mig, og einmitt fyrir framan hina viðmælenduna sem ég varst líka alveg skrítið. Og ég ætla ekki að staldra lengi við þetta, og þetta einstaka atvik, en þetta kom mér svolítið óvart, því að ég veit í rauninni ekkert hvaða manneskja þetta er, þannig að ég fór að skoða það og komst að því að þetta er stúlka sem með hlaðvarpsþátt sem heitir Lestin á RÚV, og ég hafði aldrei heyrt hana þátt áður fyrir en einhver benti á mér, sko, það er komin einhverja nokkra vikur síðan, þar sem hefur bent á viðtal við Gumma Emil, þar sem að fjallað var svona hugarfarsbreytingar og svona lífstílsbreytingar sem að Gummi Emil hefur verið að svona verið með, ég held að sé mest megnis á TikTok og sérstaklega meðal ungra drengja, en hann var sérst í viðtali samhlega því að vera í köldum potti á sérst í þessum þætti Lestarinnar, þar sem að var verið að ræða feril hans sem einkaþjálfara á tónlistamanns og áhrifavalds, og ég ætla að spila fyrir ykkur stutta klippu úr þessum þætti. En það var að koma samt lag með þér og honum þarna Víkingar, var það ekki? Jú, það var hérna fyrir nokkrum mánuðum. En það 2 geðveik lög að koma eftir. Það var svona 2-3 vikur, eitthvað hannig. En hvernig var að gera hérna tónlist með Evu, systurðinni? Það var bara geðveikt. Við fór til hennar í Svíþjóð, tókum þetta upp bara einni helgi sko, og það eru nokkur fleiri lög að koma. Og hún hérna að fara í aftur til Svíþjóðar og gerum eitthvað klikka saman. Hún náttúrulega bara, já, hann rosaleg sko, eftir að fara bara í bíómyndir og alls konar sko, setja mér. Hún bara búin að gera þetta sko í svona 15 ára held ég, bara eina sem búin að gera sko. Takk sem að hafa. Mér langar bara að tala við þig sko, kynþátta og hvíta vinkilinn af þessu Víkingar-dæmi. Við erum öll bara manneskjur sko. Þetta ekkert, fyrir þér snýst þetta ekkert bara Víkingar og hvít fólk betra? Sem sagt sko, já, eftir ég rifjaði þetta upp, að þetta hafi verið þessi þáttur, að þá varð ég aðeins rólegri. Þetta kom svolítið flatt upp á mig til að byrja með. Því að sko þröskuldurinn fyrir því hvenær maður aðspurður hvort að maður sé nínasisti virðist ekkert vera verulega hár á þessu sviði, og eins og segi þá vissi ég ekki hver þetta væri áður en að ég heyrði þetta brot úr þessum þætti, og ég gerði mér ekki grein fyrir því reyndar að þetta væri svo manneskja sem að væri í hlaðvarpsþættunum sem að ég væri með, sem náttúrulega líka ástæðan fyrir því að þetta kom, eins og segi, þetta kom mjög flatt upp á mig, og það var sagt ala einhverju útlendingaandúð með því að tala varhugaverða þróun í Evrópu, en upprifin á þessum bút róaði með aðeins, og eins og ég sagði upphaflega þá vissi ég ekki alveg svona hverju átt að svara. Ég hef einfaldlega ekki fengið á mig þann stimpil hinga til, sko, svo ég segi nú bara frá því, ég ætlaði nú ekki að gera það, en ég kenni alltaf sé ekki 15 til 20 tíma á viku, þar sem að ég rúlla og yfir 100 manns yfir alla tíma á dag, og ég hef sko kent fólki frá Austur-Evrópu, Íran, Afganistan, Úkraínu, öllum þessum Mið-Austurlöndum, Afríkulöndum og frá fjölmörgum Asíulöndum líka, og náttúrulega fara líka til Asíu þar sem ég hef verið að æfa og fleira því umlíkt. Ég meira þess að sko, já, þetta kemur út sem svona eitthvað self-padding, ég ætla samt að nefna það, að þú veist, ég hef stundað hjálparstarfi á Indlandi, ég hef verið í sjálfboðaliða starfi í Afríku, Brasilíu, þó að það hafi reyndar að vera annars eðlis. Þannig að sko, Ég ætla alveg að viðurkenna þetta kom með svolítið óvart að fá þessa gusu frá mannesku sem að sko kvartaði sjálfjafnvel yfir í upptökunni að hennar vinnustæður væri ekki með neitt fjölbreytileika. Og já, ég hef svo sem ekkert meira
þetta að segja og ætla því bara að láta þetta standa svona. En ástæðan fyrir því ég nefni þessa sögu, og ástæðan fyrir því mér langar líka að nefna hana, er að sko hún kemur svolítið því umræðefni við sem mér langar að tala í dag, þar sem að sko vondar hugmyndir þurfa að vera undir góðum hugmyndum. Og ég mun fara yfir svolítið svona víðan völl, en ég tel mig hafa ákveð samræmi í þessu öllu og ég held að þetta séu víxlverkandi og að segja að þetta er alls ekki aðskildir hlutir það sem ég er að fara að ræða, þó svo að kunni að hljóma þannig svona við fyrstu yfirferð. En ég held að svo umræðuhefð sem hefur verið viðhaldið nú nokkurt skeið valdi því að þær hugmyndir sem að ná að vera ofan á eru sjaldnast þær hugmyndir sem eru bestar. Nú nýlega sagði við mig maður sem að er sko eldklár bæði á sínu sviði og öðrum sviðum og hann er mjög áhrifamikill á því sviði sem hann starfar við í samfélaginu og það vita allir hver hann er, en hann tjáði mér að hann væri nokkuð átakafælinn sem að hafi ollið því að í nútíma umræðu þá veigraði hann sér við því að segja sína skoðanir, ekki á öllu en þó á mörgu og hann passaði sér sérstaklega á því sem að gæti svona komið honum í ákveðin bobba og það hefur líka leikarar sett sig í samband við mig og sagt að þetta sé sérstaklega sko slæmt innan þess geira og segja að þetta eigi við reyndar listaheiminn almennt. Ég hef svo sem enga reynslu að því þó svo að ég myndi telja að það væri áhyggjefni á þeim vettvangi eins og öðrum. Og sko ástæðan fyrir því ég tel að þetta sé hættulegt er út af því að við gerum okkur sjaldan grein fyrir því hversu stutt það tímabil lýðræðis og mannréttinda hefur verið í raun og veru og hversu auðvelt sé að glata því. Ég ræddi núna í gær við Katrínu Jakobsdóttur og það sem ég nefndi að við glemum oft því að við erum að kjósa okkar 7. forseta. Ég taldi reyndar að þeirra að vera 8 en það hefur allavega verið svo stutt að sko lýðræði eins og við þekkjum í þeirri nútíma mynd, eða að segja það lýðræði sem við þekkjum er sko miklu, ég held að sé miklu hættulegri stað heldur en við gerum okkur alveg grein fyrir og ég held að sé miklu brothættara heldur en við leiðum okkur kannski að telja. Það er til fólks enn á lífi sem hafa voru táningar þegar við höfum ekkert lýðveldi og ég vil svolítið að fólk sko hugsa það á meðan það þið hlustið á restina af þessum þætti. Almenn umræða ber þess merki að við búum í aðskildum heimi. Þá er ég ekki að tala að fólk hér á landi búi í öðrum heimi heldur en samlandar þeirra, heldur að við séum undanskilin þeim áhrifum sem að gerast erlendis. Þegar hið rétta er að við erum nánast eins og smábær í Evrópu sem reiðir sig að öllu leyti á vörur erlendis og fólk erlendis og til þess að viðhalda okkar lífsgæðum og vörnum. En út af því að við reyðum okkur svo mikið á erlend vinnuafl og vörur erlendis þá sko er mikilvægt að hægt sé að ræða og eiga samræður það til að mynda hvað það nákvæmlega þýðir fyrir samfélagið að vera að taka á móti stórum hópum og þá sérstaklega þær menningarbreytingar sem að kunna að fylgja því. Samræður sem að sko Evrópa brendi sig á að sleppa því eiga þangað til að allt hið pólitíska landslag fóna nást einvörðungu að snúast það. Ég tönnlast á þessu en mér finnst það bara vera svo mikilvægt þetta er svo ótrúlegt. Geert Wilders mælist sko sem langstæsti flokkun. Hann náttúrulega fekk langbæstu kosningarnar núna síðast en eftir þær kosningar þá hefur sko fylgi hans risið miklu meira. Ég ætlaði nú reyndar ekki en sko áður en að átök fyrir botnið Miðjarðarhafs hófust þá var hann held ég að mælast með 10-11%. Síðan þegar að mikil mótmæli og mótmælaalda fór að þessi stað þá risu vinsældir hans upp í 25% sem hann endingu fekk í kosningum. Núna í dag þá ég held að sé 5 flokkar sem hann er að stofna hérna ríkisstjórn með en hann er komin í ríkisstjórn með þessi 25% og ég held að sé rosalega mikilvægt að muna sko að ástæðan fyrir því hann gat það er að segja að þeir leyfðu ekki öllu að fara bara í bál og brand og leyfðu ekki bara að koma á einhvern óstjórn er út af því að sko ef þeir hefðu þurft að kjósa aftur þá hefðu Geert Wilders fengið í kringum 33% samkvæmt skoðanakönnunum og oft á tíðum er einmitt þessi svona hægri populistaflokkar að fá herra í kosningum heldur en í skoðanakönnunum. Þannig að þetta er mjög sérstök þróun og Geert Wilders er núna að fara að leiða hann er ekki að fara að leiða, hann er ekki forsætisráðherra en hann er að fara að vera í ríkisstjórn með 25%. En það er önnur kona
sem að er gríðarlega vinsæl á meðal hægrisins, en hún er einnig hollendingur og heitir Eva Vladingerbrug, ég held að ég sé að segja þetta rétt, og samkvæmt henni sjálfri ástefnir hún á að verða svona næsti Geert Wilders, og það virðist vera að ganga vel hjá henni, og því að sko vinsældir hennar eru orðnar gríðarlegar, sérstaklega meðal svona að populíska hægrisins, og ég fá hérna rúfsletta aðeins. Og ég ætla að spila 2 klippur, annars vegar af Geert Wilders og síðan af Önnu Vladingerbrug, en þessar klippur voru setta frá CPAC sem er sem sagt svona íhaldsstefn hérna málþing sem var haldið í Ungverjalandi í þetta skipti. En hérna er sem sagt Geert Wilders. Prime Minister Orbán is a brave leader who proudly stands for his country and the Judeo-Christian values of his people. He protects Hungarians against illegal immigration. And I wish more European leaders would follow his immigration policy today. And in the past 50 years, governments have inundated us with mass immigration. Often not real refugees, but unskilled illegal immigrants and fortune seekers. Today, many of them are young, single men, not only from Africa, but also from Asia. And these immigrants do not benefit our societies. They cost us money and are an enormous strain on Europe's welfare system. And the truth is that many European nations today are overrun with more and more illegal immigrants and asylum seekers, more than we can handle. So why did we allow this? Why have we not stopped it? Which people have voted for this ridiculous policy? Why did politicians all over Europe refuse to do their duty and speak out against this madness? My message to you is that if you yell stop at these ridiculous policies, millions of decent, good citizens will join you because they have had enough, because they want to save the future of their children and live in dignity in their own land. And that, my friends, is why you should take courage. Continue the good fight. Finish the course. Keep the faith. Realize that you stand on the shoulders of giants and be the champions of the truth. Because, as George Washington once said, and I quote, "Truth will ultimately prevail where there is pains taken to bring it to light." I believe in our mission. I believe in our people. I believe in you. Together we have the strength of masses, cultural conservatives who defend national sovereignty, who defend Judeo-Christian values, are today on the rise in Europe, getting stronger and stronger every day. And we will continue to force to stop illegal immigration. And we will, I can promise you that, as long as good conservatives, if we yell stop at the right moment, the people will follow us and we will win more and more elections. Það er eitt við þessa klippu sem maður reynda að bera að nefna, og það er það að þegar á þessum fundi stóð, þá var náttúrulega Geert Wilders sem ég var að nefna áðan, þá var hann svona aðeins hófstiltari heldur en vanalega, út af því að sko hann var náttúrulega við það að fara að mynda ríkisstjórn sem að hann að loksins gerði. En hann er náttúrulega á þeirri skoðun að það er bara að fara í fólksflutninga óháð því hvort að fólk sé með hollenskt ríkis, eða séu ríkisborgarar Hollands eða ekki. En mér langar að sýna ykkur annað myndband af þessum fundi, og þetta er þessi Eva Vladingerbrug, en hún segist, eins og hún ætlar að vera næsti Geert Wilders. Hún langar að segja, sko, þið meldið aðeins hvað hún er að segja, því hún hefur sko notið gríðarlega vinsælda á undanfarnum mánuðum, og sko, ástæðan fyrir því mér langar að sýna ykkur er, sko, mér langar að sýna ykkur hvar umræðan er orðin í Evrópu, þó svo að við séum einhvern veginn að fá fólk bara til þess að tala um það hvað umræðan sé slæm
Sko þetta orðaræðan sem viðhöfð hjá flokkum og fólki sem nú með sko 33% stuðning meðal kjósenda í Hollandi. If there's one thing that's for sure, is that we know, and our governments also know, that there is a link between mass migration and crime. Our new reality in Europe consists of frequent rapes, stabbings, killings, murders, shootings, even beheadings. This did not used to happen before. This is a newly imported problem. I know one thing for sure, and that is that if nothing changes, if we don't start to seriously fight for our continent, for our religion, for our people, our countries, then this time that we live in will go down in history as the time in which Western nations no longer had to get invaded by hostile armies in order to be conquered. This time will then go down in history as the period in which the invader was actively invited in by a corrupt elite. So I'm going to draw the forbidden conclusion here. The Great Replacement theory is no longer a theory, it's reality. Their vision of the future is the neoliberal, unrecognizable Europe, where every city becomes kind of like Brussels. Ugly, dirty, unsafe, zero social cohesion. So what's the antidote? A strong Christian Europe of sovereign nation states. Truth be told, ladies and gentlemen, I think we in Europe do not go far enough. I think that if we really think about the organized, structural attack on our civilization, that we don't do enough. Do we do enough to stop the attack on our families, on our continent, on our countries, on our religion? When we hear about another murder, another stabbing of a young innocent child, do we do enough? When we know that our national sovereignty has been given up in less than a century to Brussels, do we do enough? When we hear that Christian kids in Germany are now converting to Islam to fit in, do we do enough? I don't think so. Ladies and gentlemen, we are the daughters and sons of the greatest nations on earth. And we need to ask ourselves, what has happened to us? Where do we come from? And more importantly, where are we going? Our elites have declared a war on us, and now it is time for us to put on the full armor of God, fight back, and win. Thank you so much. Eins og þið heyrið, þá erum við komin aftur í það að sko vígbúnaður Guðs sé að fara að takast á við málin, sem að jú, eins og við vitum, hefur aldrei endað illa. En þetta samt sem áður ekkert sko aðhlátursefni. Árið 2017, stuttu eftir að Trump var svarinn inn í embættið, skrifaði Timothy Snyder frábæra bók sem heitir On Tyranny, 20 Lessons for the 20th Century. Timothy Snyder hreint út sagt frábær rithöfundur, en hann hefur einnig mikla sérþekkingu á málefnum Úkraínu. Ég heldur enda að hann tali 7 tungumál eða eitthvað. Og hann hefur, held ég, tvívegis farið til Sam Harris og átt þar frábært spjall, en allavega, hann skrifaði þessa bók og þetta harðstjórn, en það náttúrulega íslenska nafnið, eða íslenska þýðingin, sem eftir Guðmund Andra Thorsson og alveg sko stórgóð. Ég mæli eindregið með, hún hérna, fyrir þá sem að horfa, þá þessi hérna bók. Hún alveg rosalega góð og íslenska heitið á henni harðstjórn, 20 lærdómar sem draga má á 20. öldinni. En ástæðan fyrir því ég nefni þetta að mér langar að lesa smá búturinni sem einnig lesin í viðtalinu við Sam Harris, en hann alveg sérstaklega áhugaverður. En áður en ég lesa hann, þá langar mér sko aðeins að minna fólk á það hvernig stemmingin var hér árið 2016, sérstaklega eftir 9. nóvember. Því að sko, þó svo að það hafi verið kannski meiri geðshræring heldur en svona góðu hófi gegnir, þá voru miklar umræður það hvað þýddi að Donald Trump yrði forseti fyrir henni ýmsu stofnanir og fleira tvímlíkt. Þessu var náttúrulega eiginlega ekki tekið alvarlega, eins og ég segi, fyrr en 9. nóvember, daginn eftir kosningarnar. Og sko nú í dag nánast 100% hann muni koma til með að vinna, og þetta eiginlega bara sára lítið til umræðu.
Og ástæðan náttúrulega svo að mótframbjóðandinn og núverandi forseti Bandaríkjanna virðist ekki vita hvort hann sé að komið að fara. Þá eiginlega bara, já, það mjög skrítið að fylgjast með honum. Og svo náttúrulega líka eins The Squad, eins og það er kallað í bandarísku stjórnmálum, sem sem sagt Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar og Rashida Tlaib. Ég heldur reyndar að þessi orðin fleiri þegar þú googlar þetta. En þau eru náttúrulega búin að vera að keyra mikið á Palestínu málstaðnum, sem hefur sett demokrata í mjög erfiða stöðu, þar sem að stór hluti gyðinga á vesturströnd og austurströnd Bandaríkjanna eru svona að finna fyrir mjög mikilli andúð í dag, andúð sem að ofangreindur hópur hafði náttúrulega stórkostlegar áhyggjur af í öllum umræðum þangað til að það fór að verða svona óhentugt að standa með gyðingum og það var ekki lengur pólitískt skynsamlegt. En að bókinni, þetta er sem sagt á blaðsíðu 23 og stutt yfirlýsing gyðinga í Þriðja ríki Hitlers, og þetta sem sagt úr dagblaði þýskra gyðinga og svona ritstjórnargrein, þar sem að sem sagt, þeir eru að fjalla það núna þegar að Hitler að ná völdum, hvaða þýði fyrir gyðinga. Og þetta hljómar svona: Við deilum ekki því sjónarmiði að herra Hitler og vinir hans, sem nú hafa loks öðlast þau völd sem að þeir hafa lengi sóst eftir, munu innleiða þær tillögur sem að finna má í dagblöðum nasista. Þeir fara ekki skyndilega að svipta þýska gyðinga borgaralegum réttindum sínum eða einangra þá í gettóum og aðskilja þá og skilja það eftir berskjaldaða gagnvart hatursfullum og blóðþyrstum múgnum. Þetta geta þeir ekki gert vegna þess að það eru margir mikilvægir þættir halda valdinu í skefjum og þeir vilja augljóslega ekki stefna í þá átt. Þegar maður hefur tileinkað sér þangagang hins evrópska stórveldis allt andrúmsloftið þannig að maður hyllist til þess að virkja sinn betri mann og hugsa eftir siðferðislegum brautum en forðast að fyllast gömlum mótþróa. Svona hugsaði líkur þessari ritstjórnargrein. Og Timothy Snyder bæti við: Svona hugsaðis margt skynsamt fólk árið 1933, rétt eins og margt skynsamt fólk hugsar enn. Sko, ástæðan fyrir því að ég nefni þetta að fólk til í að hoppa á mjög varhugaverða vagna þegar það gengur illa, þegar að andsvar slæmra hugmynda eru orðnar aðrar slæmar hugmyndir. Og þá það í flestum tilfellum vegna þess að góðar hugmyndir eru sniðgengnar eða kveðnar í kútin. Snyder talar einnig andlit óvinnunin sem sett á vandamál, þekkt í þessu til dæmis að setja svona erfiðleika í efnahagsmálum á útlendinga. En það sem ég hef áhuga á að vita að skilja sko hvernig þessi staða kemur upp. Karl Marx segir í Das Kapital að vandinn við stjórnmálin sé að þegar að pólitískur óstöðuleiki kemur upp þá kenna stjórnmálamenn almenningi Það er að segja þeir kenna sko almenningi pólitíska óstöðuleikan. Og þegar í raun, eins og Karl Marx segir, að óstöðuleikin sé í raun vitnisburður það hvað stjórnmálamennir að standa sig illa. Í dag eru útlendingamál eitt af helsta sem eru áhrif á kjósendur í Evrópu og eina svari við því undanfarin ár hefur verið að þetta sé bara hluti af óumflýjanlegri þróun. Að ræða þau vandamál sem að kunna að fylgja slíkri þróun hefur verið álitið sem útlendingaandúð, sem hefur leitt til þess að í dag, og ég ætla ekki að hætta að nefna þetta, 33% hollendinga eru tilbúinir að leggja blessun sín á mann sem að lofar að koma öllum þeim úr landi sem eru á ákveðnum kynstofni. Og þetta ekki bara sko hollendingar, heldur eru sko keimlík teikn á lofti í öðrum Evrópuríkjum. Svo ég tala nú ekki sko utan Evrópu. Hér til dæmis Trump að útskýra hvað hann ætlar að gera við mótmælendur í Bandaríkjunum sem að berjast fyrir málstað Palestínu. When I'm president, we will not allow our colleges to be taken over by violent radicals. And if you come here from another country and try to bring jihadism or anti-Americanism or anti-Semitism to our campuses, we will immediately deport you. You'll be out of that school. Ég nefndi það í ofangreindu þætti sem að ég mætti í á samstöðunni að við værum á mjög varhugaverðum stað. Því næst fór ég yfir sviðsmyndina eins og ég sé hana og athugið að allt sem ég að tala hér ekki aðskilið því sem ég fjallaði í síðasta þætti. Þar sem að akademíunni hefur tekist að missa ákveðna tiltrú og slagkraft í samtalinu félagsleg málefni á hinum ýmsu sviðum. Vondum hugmyndum hefur einfaldlega ekki verið mætt með betri hugmyndum.
færa má jafnvel sko rök fyrir því að verstu hugmyndunum hefur verið leyft að grassera innan háskólastofnana, eins og sést í þessum svoköldu sko bull DEI fræðum eða hérna Diversity, Equity and Inclusion fræðum. Árið 2016 þegar Trump vann kosningarnar var talað að lýðræði væri á hættulegum stað með við þróun og aðra þó ekki sko aðskilda atburði undanfarin ár held ég að við séum sko á margfalt hættulegri stað í dag. Og ástæðan fyrir því að ég nefndi kosningarna 2016 svona oft og sérstaklega í Bandaríkjunum og þetta var ákveðin náttúrulega vendipunktur. En ástæðan fyrir ég nefndi þetta að sko Trump vann þær kosningar og þá varð ákveðið svona siðferðis uppþótt í stjórnmálaumræðu hér á landi. Sem er alveg eðlilegt því að þróun sem á sér stað þar er líklega til þess að smitast með einum með öðrum hætti hingað. Og það sama er svona á öllu líkindum uppi á teningnum í dag. Og jafnvel þó að það sé ekki þannig, þá þarf ekki annað en að horfa til nýrrar stefnu sko Evrópusambandsins sem að ætlar að setja mun meiri hörku í málaflokk útlendinga og passa að hingað leiti fólk ekki og nefnir að Ísland sé hluti af ystu landamærum og muni því verða hluti af svona hörðustu stefnunni á blaði. Hvernig sem að það mun svo koma til með að líta út sem ég þekki ekki alveg. Og þetta er að gerast sko aðtíð það. Þetta er að gerast korteri eftir að umræður erlendis og hér á landi hafa verið þannig að það sé óumflýjanleg þróun að hingað muni fólk koma til með að sko koma og að þetta muni bara koma til með að aukast út af loftslagsbreytingum og að sífellt fleiri séu á flótta. Snorri Másson fór með ágætis innslag þar sem hann kom inn á viðtal samstöðurina við Rósu Björk sem að einmitt sagði að þetta væri bara óumflýjanlegur raunveruleiki að hingað myndi fólk koma sama hvort að það væri framkvæmanlegt sko pólitískt eða praktískt. Og Snorri spurði sko hvort að það væri eitthvað sem að væri óumflýjanlegt og gerði þá athugasemd að sko ef að við horfum þannig á hana vanda þá erum við einfallega ekki með stjórn á okkar landamærum. Og mér finnst það alveg vera álitleg og eðlileg athugasemd. Og þetta er einmitt það sem að Douglas Murray hefur nefnt í bóksinni Strange Death of Europe þar sem hann sko segir einmitt að Bretum hafi verið sagt einnig að þetta væri bara svona hluti af óumflýjanleika gagnvart fólksflutningum til Evrópu og þetta væri bara fólk sem að þetta væri bara eitthvað sem að fólk ætti að sætta sig við. Og það sem er kannski verst og sko svo ég fari nú aftur hérna í smá sætnót sko Keir Starmer er í rauninni og þetta hefur ekki verið nægilega mikið fjallað þetta hér á landi en sko ástæðan fyrir því að verkamannaflokknum í Bretlandi hefur gengið svona vel er út af því að þeir lofið í rauninni breyttri stefnu er varðar hérna félagsleg kjör og fleira því líkt samhliða því að reka hérna harða útlendingastefnu og þetta hefur verið álitið sem svona svik ákveðið við hérna múslima þar í landi og það er einmitt ástæðan fyrir því að þeir hafa, ég held að sé til græningja en það er til nokkuð myndbönd núna þar sem að þeir fagna sigri sem eru múslimar sem tóku þátt í kosningum og þeir fagna sigri í ákveðnum svæðum í Bretlandi og segja að þetta hafi verið til höfuðs verkamannaflokknum út af því að verkamannaflokkurinn væri búin að svíkja það. Þannig að sko í Bretlandi er náttúrulega mjög einkennileg teikn á lofti. En eins og segi, þetta var náttúrulega, þessi málflutningur var náttúrulega mjög mikið í Bretlandi sem að sko öll gagnrýni á stefnu stjórnvalda að það sé eðlisfræðilegur óumflýjanleiki að það sé frjálst fræði fólks frá öllum löndum alltaf. Sko, það leiði bara til þess að stjórnmálamenn grípa gremjuna gagnvart í, nýta tækifærin og koma með einfaldar en heimskulega lausnir á því hvernig að takast á við vandan. Sem er það náttúrulega bara skópla öllum úr landi sem þau telja óæskileg. Þannig að sko hugmyndin að finna sko mjúka lendingu og farsæla lausn er einhvern veginn sko hún er algjörlega töpuð ef að umræðan á sér stað á sikkvara þessu pólnum þar sem að bara við erum með bara heyrðu þetta er bara eitthvað sem við þurfum að sætta okkur við og gört vildis hinum einn. Þá verður ekki farsæla lausn. Það er alveg fyrir sér. Sagan segir það en svo þarf maður nú bara ekki að vera mjög klár til þess að gera sér það ljóst. En svo ég komi nú að upphafspunktinum þá er að sjálfsögðu sko það er ekkert endilega sko við stjórnmálamenn sko við að sakast einvörðungu. Ég held að þetta sé líka að einhverju leyti þó svo að ég hafi verið að vitna í Karl Marx pólitískan óstöðuleika þá er þetta líka svo umræðuhefð sem hefur verið leyft að grassera upp á ákveðnu marki. Hún einskorast ekki við Ísland.
En hún þannig að verstu hugmyndinar hafa verið ofan á undir þeim formerkjum að það þykir dónalegt að ég vil árás á þann sem þú ert að ræða við að vera annarri skoðun heldur en viðkomandi. Og það hægt að hlæja þessu upp á ákveðnu marki, en ég held að fórnarkostnaðurinn af þessu sé að ungt fólk sem að ellegar væri að nýta krafta sína eða móta sínar eigin skoðanir og gagnrýna hugsun eru að verða mótaðir eins og börnin í 1984. Það sem að börnin eru heilatvegin í því að fylgjast með foreldrum sínum til þess að og vera aðhald gagnvart fólki sem erum á einhvers konar öðruvísi skoðunum. Og að fólk börn sem passa í rauninu upp á það að fólk hægi sér á þann máta sem að þokkunast nýskrifuðu reglum nútímans. Og eins og ég segi, ég held að það sé hægt að hlæja réttrúnaðum upp á ákveðnu marki, en ég held að við þurfum líka að horfast í augu við það að fórnarkostnaðurinn af því að leyfa honum að stýra umræðuhefðinni hefur verið að verstu hugmyndunar hafa orðið ofan á. Og við höfum meira að segja fengið að sjá þetta í umræðinni. Það talað um frændan sem svona við matarborðið sem einhvern veginn með svona rangar skoðanir sem að kann að vera og kannski hann með rangar hugmyndir. En ég held að við þurfum að fara mjög varlega í það þegar að við erum að hvetja til þess að ungt fólk gerist eftirlitsaðilar með fjölskyldumeðlimum í fermingavislum. Eins og sagan hefur jú sýnt. Czesław Miłosz, frábær rithöfundur, skrifar í bók sinni The Captive Mind menningu og svona fræði og listir undir Stalin. Hann fjallar á blaðsíðu 11 í bók sinni, og ég ætla að lesa á ensku, en þetta eru svo 2 aðskildar klausur sem að mér finnst alveg svona eiga svolítið við, sem ég mun svona reyna að rökstyðja þegar ég er búinn að lesa þetta. Þetta er svona blaðsíða 11, þetta eru svo 2 aðskildar klausur. Og hérna hann að tala sem sagt það fólk sem er undir stjórn stalinisma. Og þarna hann að tala sem sagt fólk sem er svona að viðhalda ákveðnum kultúr, viðhalda ákveðnum svona gildum sem að taldist vera til tekna í Sovétríkjunum á sínum tíma. Yet he is warm-hearted and good. He is a friend of mankind. Not mankind as it is, but as it should be. He is not unlike the Inquisitor of the Middle Ages, but whereas the latter tortured the flesh in the belief that he was saving the individual soul, the intellectual of the new faith is working for the salvation of the human species in general. Sérst að hann sé að bjarga mannkyninu í heild. Og hérna önnur klausa sem sérst á blaðsíðu 12 og þetta The Captive Mind fyrir ykkur sem að að horfa. Frábær bók eftir Czesław Miłosz. Hérna sérst setni klausan. Yet at the same time, he is profoundly suspicious of unlicensed literature. The publishing license he himself receives does not mean that the editor appreciates the artistic merits of his book, nor that he expects it to be popular with the public. That license is simply a sign that the author reflects the transformation of reality with scientific exactness. Dialectic materialism in the Stalinist version both reflects and directs this transformation. It creates social and political conditions in which a man ceases to think and write otherwise than is necessary. He accepts this must because nothing worthwhile can exist outside its limits. Herein lie the claws of the dialectics. The writer does not surrender to this must merely because he fears for his own skin. He fears for something much more precious, the significance of his work. Í seinni tilvitnuninni hann sem að lýsa veruleika listamanna og skálda sem að móta sig eftir hinnum óbundnu fjötrum sem að þú sættir þig við án átaka. Og mér langar aðeins að fjalla þetta í samhengi við það sem að það rennur náttúrulega kaldur hrollur hann þegar maður lesi þetta. Því að það eru ákveðni kímar hér á landi, eða innan félagsvísindana hér á landi sem hafa orðið þessa bráð. Líka bara svo í þessu setningu. Þetta skapar félagslegar og pólitískar aðstæður þar sem að fræðimaðurinn hefur enga þörf til þess að hugsa og skrifa á annan máta en talið nauðsynlegt. Talið nauðsynlegt sem að
þýðir að það einhver sem hefur skapað þessa brýnu nauðsyn og þetta eitthvað sem ber að hafa í huga því að sko ástæðan fyrir því að skoðanakúgun Sovétríkjanna hefði sko gat átt sér stað að almenningur tók þátt í henni sem svona lykil þáttur og þetta svolítið sko munurinn á Gestapo og Stasi að sko á meðan að Gestapo í Þriðja ríki Hitlers beitti meira ofbeldi til þess að viðhalda skoðanakúgun þá var Stasi að beita svona ákveðnum sálfræðihernaði sem líka ástæðan fyrir því að það tók mannkynið 50 ár að átta sig á hryllingnum sem í raun var sko 50 árum eftir að Orwell hafði skrifað 1984 til þess að vara við því hvernig þessi hugsanaháttur til hvers hann myndi leiða og ég held að vestrænir háskólar þurfi að spyrja sig að því hvort að þeir séu að skapa aðstæður fyrir keimlík sjónarmið því áður byggðust vísindi á því að finna lausn við vandamálum skoða þróun eða lögmál og af hverju tiltekin samfélagsþróun var að eiga sér stað og hvað var hægt að gera í henni svo komu aðrar greinar sem að reyndu að náttúrulega afsanna eða færa rök fyrir öðrum niðurstöðum og þannig væri svona mismunandi niðurstöður að takast á hvað væri svona best til þess að lýsa okkar raunveruleika. En í dag rennt stoðum undir það að fólk sé sko almennt fórnalamb eða gerandi og að það eigi ekki að draga sko í efa staðfestingu á öðru hvoru og sko heldur að vinna að því að móta fólk að öðrum hvorum hópnum og alltaf að víkka eins og Jonathan Haidt talar með concept creep þar sem svona víðari skilningur okkur á ofbeldi og víðari skilningur á því hvað verið fórnalamb. Mér langar aðeins að taka sko dæmi líka, ég þekki mann sem að ætlaði að fara á ákveðna námsbraut hér á landi. Kennarinn hafði þá, ég held að hann hafi kennt honum einn áfanga en kennarinn gerði honum ljóst að hann myndi ekki koma til með að njóta veru sinnar og að návist hans yrði líklega ekki til þess að verða öðrum nemendur til framdráttar og þetta náttúrulega sam og Bruce vinur minn sagði í samtali við mig þegar hann kom í hlaðvarpið til mín einn pæling hann lýsti því þegar hann ætlaði að sækja sér doktorsnám í afrískum fræðum sem að hann hefur náttúrulega sko ótrúlega þekkingu á að þá myndi hann ekki koma til með að ná tilætluðum árangri af þeirri ástæðu að hann væri hvítur karlmaður en sko ég nefndi þetta líka senst en ég vil samt líka nefna hérna að þetta beinist ekki að akademíin í heild bara alls ekki þrátt fyrir það að meðvirknin sé úr öllu hófi en þetta alvarlegur sjúkdómur innan kerfisins því að svo upplýsingaöflun sem við temjum okkur og meðvirkni veldur því að fólk ólíklegra til þess að samþykja gögn sem að koma frá akademíunni eins og ég nefndi í síðasta þætti og þetta gríðarlega mikilvægur þáttur í sambandi við allt sem ég hef verið að tala því að háskólar og menntastofnanir þurfa að vera svo stóð þar sem við sækjum okkar bestu hugmyndir og við hefum að geta gengið því vísu og ef við höfum ekki þessar bestu hugmyndir þá skapar það aðstæðu fyrir fólk með mjög vondar hugmyndir til þess að ná völdum óáreitt en þetta eins og ég segi, þetta ekkert skrítið það í sjálfu sér ekki einkennilegt að vera ásakaðar útlendingaandúð eða vera spurður hvort þú sér nínasisti þegar þú ert að ræða tónlistarferiliðin það búið að móta almennan þankagang að því að þetta sé eðlilegt viðbragð það að ungur karlmaður á Íslandi sé rasisti eitthvað sem að þarf ekki að sanna heldur þarf að sko afsanna að hann sé það ekki hann það by default og þetta hefur náttúrulega verið sko eins og segi með margar baráttur sem hafa verið eyðilegar með þessum hugsunarhætti þar sem að tíma til að mynda umræðan gekk út á það að í stað þess að breyta menningu samskipti kynjana var samhliða því þegar það var verið til umræðu að það ætti að breyta sko samskiptum kynjana og þetta náði mjög góðum árangri til að byrja með en þá var alltaf sama fólk sem var veitt leyfi til þess að tala sko á svívirðarlegan máta karlmenn sem ennþá gert í dag sko og auðvitað með þessi DEI-fræði það hlegið að þessi í dag en sko hlátur var náttúrulega ekki manni efst í huga á sínum tíma og hann mér ekkert voðalega ofarlega í huga heldur í dag út af ofangreindu forsendum og eins og segi það sérstaklega slæmt þegar akademían að missa traust eins og raun ber vitni og nú veit ég að það eru margir hægri menn sem hugsa bara já, tough luck, þið kusuð að fara í þetta og nú það væla að sé engin eftirspurn eftir ykkur ég ekki alveg á sömu skoðun ég held að akademíunni beri ákveðin skylda að slá varnagla
gagnvart varhugaverðri þróun og færa fram ákveðið dagskrárvald samhliða stjórnvöldum og áhrifafólki í því að skapa hvata til betri þróunar í áhrifamiklum ákvarðanatökum. Þetta meðal annars það sem að Timothy Snyder fjallar í bóksinu harðstjórn. Þar fjallar um mikilvæga stofnana sem að skuldbinda sig til þess að verja ákveðin viðmið, gildi og óskráða reglur sem við viljum hafa í heiðri. Institutions hann talar institutions, en það náttúrulega hugtak sem að miklu yfirgrifsmeira heldur en stofnanir á íslensku, en hlutverk þeirra enga síður mikilvægt. En punkturinn minn sá að akademíska deildir sem að vilja láta taka mark á sér þurfa að rjúfa tengsl við deildir sem að heimta að nota hugtök eins og cis-heteronormatív. Að öðru, árið 1963 kom út bók eftir Hannah Arendt sem að heitir Eichmann in Jerusalem, The Banality of Evil, sem að nær nokkuð vel utan þann punkt sem ég reyna að ná fram hér. En í bókinni gerir Arendt tilraun til þess að taka heimspekilega nálgun í því að sálgreina Adolf Eichmann þegar hann satt í réttarhöldum í Jerúsalem. Hann sjálfsögðu sá sem að titlaður sem arkitekt helfararinnar. Þarna hann einmitt það þessi frasi sem var gerður frægur þegar var að ræða réttindabaráttur. Það sérstaklega þegar var að ræða brottvísanir þeirra sem að dvelja hér í Ólifi, að lögreglan sé ómannúðleg og beita fyrir sér að þeir séu bara að vinna vinnuna sína, sem að það sem að Eichmann bar fyrir sér á sínum tíma. En samlega þessu að sjálfsögðu hugtakið Banality of Evil, sem að ég veit ekki alveg hvernig best að þýða á íslensku. Það sé ekki hversdags ílska eða flatnesku ílska, ég veit ekki alveg. En banality þýðir náttúrulega eitthvað sem ekki mjög tilkomið mikið og í eðli sínu ófrumlegt og litlaust. En þetta lýsir sjálfsögðu því siðrofi sem að átti sér stað hér á síðustu öld þegar að þriðja Hitlers ætlaði sér að útrýma gyðingum, ekki bara þriðja ríkinu heldur á heimsvísu, og komust skyggilega nálægt í að skapa þar aðstöður að þeim myndi takast ætlunarverkið og umtalsvert nær heldur en að við kannski leyfum okkur að minnast. Sérstaklega í dag þegar að gyðingahatur orðið hluti af ákveðnum hversdagsleika í Evrópu Bandaríkjunum, oft á tíðum þar sem að fólki sem að taldi okkur í trú að þau hefðu mestar áhyggjur af gyðingahatri, sem að nú í dag við gerum okkur sjálfsögðu grein fyrir því að þetta var náttúrulega bara til að ná valdi á umræðan. Það snerist aldrei neitt gyðingahatur, þetta var bara að hafa verið að slá ryk í augun á fólki og jafnvel fólk sem að enn þann dag í dag held ég að sinna kennslu og fræðslu það að hvaða áhrif hatur hefur á samfélagsgerð. En allavega, sem náttúrulega alveg með ólíkindum skrítið, en ástæðan fyrir því ég nefni þetta út af því að ég held að áhrif þess að allir séu settir undir sama hatt og að þeir sem að reyna að eiga eðlilegar samræður varhugaverða þróun í Evrópu flokkaðir í sama hóp og þeir sem vilja stuðla einhverju samfélagi þar sem að yfirburðahyggja hvíta mannsins og að hún sé einhvern veginn stofnanabundin að við höldum hreinu blóði og eitthvað svona. Þetta náttúrulega bara galið. En þetta skapar þó þann vettvang að erfitt að aðskilja á milli góðra hugmynda og slæmra. Þetta gerir líka það verkum að fólk verði móttækilegt og auðginn til þess að gangast undir hræðilega hugmyndafræði. Þannig verða, eins og segi, góðar hugmyndir undir. Og nú veit ég ekki alveg hvernig, ég veit ekki alveg hvernig mér langar að ljúka þessu umræðu. En ég held að við þurfum að fara að spyrja okkur mjög stóra spurninga. Einn daginn þá munum við missa okkar frelsi. Tíminn mun leiða það í ljós hvenær nákvæmlega það verður og hvað verður þess valdandi að svo verði. Kannski verður það drepsótt eða innrásarher eða kjarnorkustyrjöld, eitthvað sem að útrýmir náttúrulega öllu mannkyninu. Maður bara hreinlega veit það ekki. En eðli tímans segir okkur að það muni einhver tíman gerast, einhver tíman mun mannkynið bara falla frá. Og því tel ég að það vera verkefni hverra kynslóðar að það verði ekki þín kynslóð sem að verður þess valdandi að við missum frelsið, eða í það minnsta að gera allt í þínu valdi til þess að sporna við því. Það auðvelt í dag að berjast fyrir frelsi á borðið tjáningafrelsi og með því að standa upp gegn þeim sem að telja þig trúum að þú eigir ekki að segja það sem að þér finnst eða kúar þig til þess að vera ákveðnum skoðunum undir þeim formerkjum á þessi vondmanneskja. Eða þú ert náttúrulega á annarri skoðun en það sem að þið telst rétt í dag, að þegar maður gefur eftir
þá ertu að vinna að því að vondar hugmyndir verði ofan á. Því að jafnvel sko ef að þú hefur rangt fyrir þér, þá hefur það ekki áhrif önnur en þau, og sérstaklega þegar að frelsi skoðana er haldið í heiðri, hefur ekki önnur áhrif heldur en þau að styrkja góðar hugmyndir. Slíkar aðstæður eru einnig þær sko einu sem að verða þess valdandi að vondar hugmyndir verða undir og góðar hugmyndir tróna á toppnum. En frelsi sem þú ert ekki tilbúin til þess að sko verja og berjast fyrir er ekki frelsi sem að þú munt viðhalda. Á Íslandi þykir mér finnst að vera það minnsta sem við getum gert er að verja skoðanafrelsi. Út af því að náttúrulega líka eins og ég er búin að vera að nefna það verður þess valdandi að góðar hugmyndir verða ofan á. Það er ástæðan fyrir því að við getum viðhaldið ekki bara skoðanafrelsinu heldur líka lífsgæðanum. Því að þessar góðar hugmyndir ná ótrúlega langt og smitast út frá sér. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég vona að þetta allavega veki fólk til umhugsunar. Kannski er þetta allt vondar hugmyndir sem ég er búin að vera að segja hérna í dag, en þá bara mun tíminn leiða það í ljós, og ég hvet fólk endilega til þess að hafa skoðanir því sem ég er að segja. Ég vil alveg að fólk hafi mismunandi skoðanir á því sem ég er að segja og segja mér ef ég er rangt fyrir mér. En aftur á móti þegar fólk er farið að tala um það, ég meina þetta er oft í umræðum hatursorðræðu og eitthvað fleira því að ég held einfallega að við þurfum að gera okkur grein fyrir því að fólkið sem að telur skoðanir vera það vondar að það með ekki heyrast, sagan hefur henni aldrei sýnt að það sé fólki sem er í hinnum, hvað ég kalla svona sögulega rétti. Þetta er aldrei fólkið sem hefur fært frelsi fólks eitthvað lengra. Skoðanakönnun, og ég hvet þá sem eru ósammála mér að reyna að finna dæmi þess þar sem að fólk beitti sér fyrir því að viðhalda skoðanafrelsi og það leiddi til verri vegar. Ég held ekki, og ég meina, og ef fólk fer að segja þriðja ríki Hitlers, það einfaldlega þarf að kynna sér björgkjallarabyltinguna og allar þær undirstöður sem að lágu þar til grundvallar. Ég meina, Hitler var allir með fangelsaður, man nú ekki hvað ár það var, en hann var fangelsaður og það sem hann skrifaði einmitt Mein Kampf. Þannig að hans hugmyndir voru einmitt kveðnar í kútin, og þegar að hugmyndir sama hversu vondar og ömulegar eru kveðnar í kútin, og þá verður það þessi valdandi að þær hverfa ekki heldur jafnvel ná meiri hljómgrunn síðan mér. En þetta var bara viðbót. Ég vona að þú munir koma til með stórkostlega helgi, kæra hlustandi. Ef þið líkar að við þetta efni, þá múið endilega gera subscribe á þessa rás, og ég vil líka biðla til þeirra sem líkar þetta mjög mikið að dreifa þess efni. Það hjálpaði mér náttúrulega mest. Og nú ef þú vilt styrkja þetta, fara inn á partus.is/1pæling sem er í einu orði, þar sem að þú fær aðganga öllu efni hlaðvarpsins, líka því sem er lokað af hlaðvarpinu 1 pæling, þar sem ég ræði við hina ýmsu aðila. Og já, fleira var það ekki. Takk hérlega fyrir mig.